Já, góða kvöldið og velkomin að Rauða borðinu. Við höldum áfram að reyna að skilja heiminn. Í þessari viku þá vorum við að tala kynferðislegt ofbeldi á mánudaginn. Við vorum að tala formannskjör í Eflingu á þriðjudaginn og í gær vorum við að tala stöðu grínsins á Íslandi. En í kvöld það þungbærara umfjöllunarefni, það fátækt. Og hingað eru komnar 4 konur og svo 5. á leiðinni sem allir hafa reynslu af fátækt. Það Birna Kristín Sigurjónsdóttir, Geirdís Hanna Ellý og Kristjánsdóttir, Hildur Oddsdóttir, Laufey Líndal Ólafsdóttir rétt ókomin og svo Sigurgíðja Þrastardóttir hérna líka. Ég ætla að ræða við þær þeirra reynslu af fátækt og svona ýmsa fleti sem að tengja því og síðan ætla ég að snúa talinu að honum Kolbeini H. Stefánsssyni, félagsfræðingi sem hefur mikið rannsakað fátækt og ég bara mest manna svona á síðustu árum á Íslandi og við ætlum að ræða það og svo ræðum við náttúrulega bara saman þetta mál. Kostum svona milli reynslu og þekkingu. Ef ég má byrja á þér, Geirdís, þín reynsla af fátækt. Hver hún? Hvernig myndirðu lýsa henni? Ég fædd inn í fátækt og alin upp í fátækt og þetta bara búið að vera mjög töff. Þannig að það rosalega algilt að fólk segir bara já, ef þú vinnur nógu vel og mikið þá gengur þig vel. Ég hef alltaf haft góðan haus á herðunum og ég átti aldrei erfitt með að læra. En ég hafði ekki undirstöðurnar. Ég hafði ekki þá hjálp sem að ég þurfti til þess að koma mér í gegnum framhaldsnám. Ég fór unga að eiga börn og ég var meira og minna ein með þau. Þannig að þetta bara búið að vera mikil barátta. Þetta búið að vera erfitt og ansi oft að þá einmitt lendir maður á lokuðum dyrum eða fær takmarkaða hjálp vegna þess að fólk lítur á það þannig að þetta sé sjálfskapað sem það bara alls ekki. Upplifir þú það að þú hefur raunverulega erft fátæktina, að þú hefur erft veika fjárhagslega stöðu þinnar upprunafjölskyldu? Algjörlega. Af því að það skiptir rosalega miklu máli og eins og við erum bara búin að sjá og eins og umræðan hefur leitt í ljós, það skiptir rosalega miklu máli að hafa góðar undirstöður í lífinu. Hafa sterkan bakhjall. Má ég spyrja, hvernig var svona staða fjölskyldunar í þínu uppeldi? Ertu alveg uppi á einstæði móður eða hvernig, þú segir mér aðeins af því? Já, ég sem sagt næst yngst af 6 systkinum. Og við missum föður minn í bruna þegar ég á 4. ári og móðir mín var ein með okkur upp frá því. Hún glímdi við mjög algengan sjúkdóm sem heitir alkóhólismi og langt fram eftir mínum aldri, ég held að ég hafi verið 12 ára þegar hún hættir að drekka. En staða, hún fylgdi okkur alla tíð og þetta var bara, eins og ég segi, þetta var rosalega erfitt. Föt gengu systkina á milli og sem betur fyrir þá átti ég marga systur þannig að ég þurfti ekki að ganga í fötum af eldri bræðrum eða annað slíkt. Það var einu stóru máltíðir í raun og veru sem að ég man eftir í mínum uppvexti að það var jól og páska og ef það voru einhverjir svona tyllidagar þá var veisla en aðra daga þá var allt skorið við nögl og bara, já, og stundum var bara ekki til matur í húsinu, Og hvernig upplifun það fyrir lítið barn? Það mjög erfitt. Vegna þess að það rosalega erfitt að alast upp við það og venjast því að það norm að fara svangur í gegnum alla daga. Þegar þú horfir tilbaka, faðir þinn ferst slysförum, móðir þinn glímir við algengan sjúkdóm en fær ekki aðstoð og samfélagi viðurkennir ekki svona það félagslega vanda sem að fylgir þessu sjúkdómi að hann lemur margt fólk niður í fátækt.
Telurðu að samfélagi hefði getað stutt þessa fjölskyldu betur á sínum tíma? Já, algjörlega. Mér fannst, þegar ég horfi tilbaka, þá finnst mér einmitt félagslega kerfið hafa brugðist móður minni. En þess að þetta var náttúrulega ströggl fyrir henni og hún var að vinna 2 og 3 vinnur og það rátt fyrir að vera að berjast við hennar sjúkdóm. En þetta var alltaf erfitt. Þú segir það að eignast börn ung, hvað varstu ung þá? Ég var á 18. ári þegar ég eignast mitt fyrsta. Og varstu fljótlega ein með börnin? Eða? Já, ég var mjög fljótlega ein með hann. Ég sjálf varð fyrir mörgum áföllum í æsku sem að lituðu öll mín sambönd, þannig að ég átti rosalega erfitt með að viðhalda samböndum vegna þess að ég bara kunni ekki almennilega á það sem að heitir félagsleg samskipti og bara mannleg samskipti, eins og bara margir þekkja sem að alast upp í svona brotnu umhverfi. Og svo eignast ég með öðrum manni 2 önnur börn og við vorum stutt saman og það var mjög stormasamt samband. Og síðan eftir að ég skil við hann að þá fer ég fljótlega að vera með öðrum manni og það var lengsta sambandi mitt, við vorum saman í 7 ár. Og en síðan að ég skildi við hann að þá hef ég meira og minna verið ein ef að frá skilin einhver stutt sambönd. Og hver er staðan í dag? Ég ætlaði að spyrja þig hverju væri staðan í dag? Staðan mín í dag er þannig að ég er náttúrulega bara á örorkubótum og ég er í námi reyndar. Ég er í námi til viðurkennds bókara til þess að eiga möguleika að komast aftur út á vinnumarkaðinn. En ég bý í Hjólhýsi, í Laugardalnum. Og vegna þess að húsnæðismarkaðurinn, hann er bara mér ofviða. Og leigumarkaðurinn, hann er bara ekki fyrir fólk með svona lágar tekjur eins og ég. Ég er að fá einhverjar kannski með lífeyrissjóðsgreiðslunum mínum að þá er ég kannski að ná því að fá einhver 240-50.000 útborga á mánuði. Þannig að ég, á meðan ég hafði lánstraust, þá tók ég lán og ég keypti mér þetta hjólhýsi. Og hér bý ég með hundinum mínum. Og börnin eru flutt að heiman eins og sagt eða? Já, þetta var sem sagt, ég flytt hingað suður eftir að þau eru öll flogin úr hreiðrinu. Vegna þess að félagsstarfi sem að ég iðka, að það var búið að setja stopp á það á Akureyri. Þannig að ég ákvað að flytja suður til þess að geta haldið því áfram. Ég sem sagt æfi og keppi og þjálfa í keilu. Herðu, Geirdís, kærar þakkir fyrir það og ég ætla þá að spyrja Sigurgeiður að þessu saman. Hver er þín reynsla af fátækt? Sko, ég er sem betur fer úr sveitinni, þannig að þarna var náttúrulega bara lamb tekið og bara slátrað ef okkur vantaði eitthvað að borða, ef það var eitthvað hræðilegt, þú veist, hræðileg matarskortur í gangi og svona. Og það var náttúrulega alltaf matur, svona, þú veist, það var til kjöt í frystinum og mamma, hún var náttúrulega ein, það leyti sem ég verið 11 ára, þá skilja mamma og pabbi. Og þá byrjaði hún náttúrulega bara að vinna eins og brjálæðingur, bæði í fiski og í bakari, þannig að það var alltaf matur, bara sem betur fer. En við vorum að fá í jólagjöf nærföt, við vorum að fá í afmælisgjöf kuldaskó, skilurðu. Þú veist, það var aldrei eitthvað dót nema eitthvað sem við fengum notað frá ættingjum og eitthvað svona, okkar skemmtun var að fara upp á ruslahauga, þú veist, að hirða eitthvað dót sem einhver annar var búinn að henda. Það var aldrei eitthvað vídeótæki eða sjónvarp, þú veist, litasjónvarp, ég held ég hafi séð litasjónvarp 86 eða eitthvað. Þannig að þetta var rosalega svona,
þú veist, maður skildi ekkert alltaf það sem að vinir manns voru að tala þegar þau voru að fá, þú veist, stíga sleða eða, þú veist, fara til útlanda. Þú veist, ég fór til útlanda fyrst árið 97, þú veist, þá var ég 20 og eitthvað ára. Og og það var bara svona, wow, þú veist, get ég farið út núna? Það er rosalegt, þú veist, á meðan börnin mín í dag, þau náttúrulega eru mjög mikið alin upp hjá pabba sinni líka, þau voru farin út bara til Spána bara strax 3 ára, bara með stjúp mömmu sinni og baðsögu mínum. Og þau hafa alltaf haft það tiltölulega miklu betra þar heldur en hjá mér. Og náttúrulega af því að þegar maður er einn, þá fær maður náttúrulega ekki greiðslumat og svo framvegis. Þannig að ég hef verið á leigumarkaðnum og sem betur fer hjá félagslega kerfinu. Þannig að þú veist, það svona fer mildari höndum hann. Það fær náttúrulega meira svona, ívilnun þar, ef svo má segja. En maður hefur alltaf verið náttúrulega að reyna að bjarga sér, verið í 2-3 vinnum og haft svona, ekkert, maður hefur kannski ekki haft pening á milli handana, maður hefur átt vini og maður hefur unnið í þannig vinnum að maður er ekki að svelta börnin sín og óskilamunir hafa stundum komið bara sterkir inn ef manni vantar húfa vettlinga og eitthvað svoleiðis. Þannig að þú veist, maður hefur bara þurft að bjarga sér, bara núðlur í matinn og þú veist, maður getur tekið húfuna sem maður búin að sjá í 4 vikur á ganginum í skólanum, skilur, þú veist, sér til hals og traust þangað til hún týnist aftur og svona, maður bara einhvern veginn þarf bara að vera svolítið eins og api í frumskóginu, bara grípa niður bara, þú veist, í næstu grein áður en maður hendist í jörðina. Þannig að þín aðstaða er það sem er stundum kallað working poor í útlöndum, það er að þú ert á vinnumarkaði en launin sem þú færð, þau duga ekki fyrir svona það sem er kallað sómasamlegt líf. Þú ert að berjast frá degi til dags til þess að eiga í þig og á og geta bara fætt börnin. Já, algjörlega og maður hefur verið bara stundum sko náttúrulega smánar þannig séð, einhvern tímann þá sagði ég við minn fyrrverandi og hvað með matinn helgina? Þú ert að koma með helgina og ég og enga mat handa. Hvað ég smyrja handa nesti og koma með og senda þau með? Þú veist, það var einhvern veginn alltaf eitthvað svona bara eins og maður væri að grínast. Þú veist, þetta er einhvern veginn, eins og hún sagði á honum Geirdís að þetta væri bara eins og þetta væri val, að maður hefði bara gaman að því að tuða og væla og fá athygli út af það hvað maður væri nú blankur, skilurðu. Það er bara svo fjarri því, þetta er ekkert val, maður velur þetta ekki. En þó að þú enst upp við fábreyttan kost, getur við sagt, kemur svona ekkert sérlega vel nestuð úr treskunni. Heldur að það hafi haft áhrif svona á stöðuna í dag, að þú hafir ekki fengið svona stuðning sem fátækt barn eða barn af fjölskyldu sem að kannski, það var nóg til að mat en kannski gat ekki stutt börnin? Maður var aldrei í dansskóla eða í neinu handbolta eða íþróttum eða neitt svoleiðis og þegar bekkjarsystkinum hans voru að fara á æfingar þá var ég bara æfingar, hvað er verið að tala? Þú veist, ég var alltaf bara alveg blanko þegar það kom upp, þegar fólk, eins og besti vinur minn, hann var í dansskóla Heiðars Ástólfssonar og ég hafði aldrei, ég bara vissi ekkert hvað það var að tala þegar hann var í dansskólan og svo var svona jólaskemmtun í dansskólanum og mér var boðið með. Ég fór bara í kínaskónum mínum og rifnu gallabuxunum mínum í dansskólan þar sem alla stelpurnar voru bara með snúð í hárinu og hárlakk og hvítum kjólum með einhverjum æðislega flottum slörum og eitthvað og það var svona alvöru jólaskemmtun og elsku vinur minn, hann tók mig með á þessa jólaskemmtun í rifnum gallabuxum og kínaskóm og ég man bara stingandi augnaráð allra þarna og ég hafði ekki gert mér neina grein fyrir því hvað ég var að fara í, sko, ekki neina.
Og þarna var þetta bara, þú veist, ég var bara eins og algjör aðskotarhlutur, ég var svo kúkur í lauginni bara. Það var hræðilegt. Herðu, takk fyrir þetta, Sigurgíða. Birna Katrín, ég spyr þig sömu spurningar. Hver er þín reynsla af fátækt? Herðu, það er svolítið nýtt fyrir mér að ég noti þetta orð. Ég sem sagt, mamma og pabbi, þú veist, þau áttu ekkert eitthvað alltaf rosalega mikið pening. Ég með tengi við þetta með utanlandsferðir og annað. Vinkonur mínar fóru alltaf árlega í utanlandsferðir með fjölskyldum sínum, það var ekki hjá mér. En ég upplifði aldrei sem að mér skorti eitthvað. Þannig séð, þú veist, það var til matur, við fengum föt og allt þetta. En þú veist, fengum samt alveg að heyra, þú veist, síðan þegar það var hægt að fara til útlanda, það þurfti að taka mörg ára að borga það niður og svoleiðis, þannig að það var ekkert eitthvað til rosalega mikið af peningum, en ég svona upplifði samt aldrei eitthvað þannig að mér skorti eitthvað. En síðan í rauninni bara hefst það hjá mér sko leið og ég flytt út úr foreldrahúsi, þú veist, þá er ég námsmaður, er í sambandi en það var einmitt svolítið stormasamt og það einhvern veginn, það bara, ég nota alltaf hugtakið að ég veri bara blöng. Ég var bara fátækur með námsmaður nota ég oft eða ég er bara blöng, þú veist, og það var í rauninni ekki fyrir en bara í fyrra sem ég fer að hugsa út í það, þú veist, að ég sé, þú veist, að díla við fátækt, sko. Þannig að það er svona, ég er ennþá að læra inn á þetta sjálf, svolítið. En það er að renna upp fyrir þér að þetta er ekki tímabundið ástand, heldur er þetta ástand sem að þú ert bara föst í og þetta mun ekkert lagast á næsta ári eða öllu líkindum ekki, sko. Já, ekki nema ég vinni í lottó, þú veist, ég skal láta það vita að vinni í lottó, en ég allavega, ég er svona búin að sætta mig við það að þetta er ekki bara að ég sé blöng, þú veist, ég er sagt, bara röð áfalla og bílslys og annað sem að gera það verkum að ég er óvinnufær eins og er. Og ég svona, fór að kynna mér meira bara fátækt á Íslandi og hvað það er líka bara miklu meira þetta heldur en ég hafði grun út af því það er svo mikið stigma yfir þessu orði, þú veist, fátækur, það nota allir bara ég er blankur eða þú veist, eitthvað svoleiðis, þannig já. Hefurðu farið á fundi eða einhverja viðburði hjá PEP, félagi fólks í fátækt? Já, ég er sem sagt í PEP-inu, ég er sjálfboðaliði þar og það var einmitt, ég kynnist því bara í fyrra og það var einmitt þá sem ég fór átt á með því bara, já, ok, ég er kannski fátæk bara og fer þá að kynna mér, hef farið sem sagt í viðtölulega á fundi og svoleiðis að fræðast meira þetta og það hefur, þú veist, hjálpað rosalega miklu bara líka skömminni á mér, þú veist, mér fannst þetta alltaf svo skömmuslegt, þú veist, að einhvern veginn, nú hef ég, þú veist, gott bakland sem að getur hjálpað mér en það er samt svo mikil skömm sem fylgir því að þurfa endalaust, ég er fullorðin manneskja, ég er móðir að þurfa endalaust að vera beðið einhvers staðar um hjálp þegar ég á að geta séð sjálf fyrir barninu mínu. Og þú fannst styrk á því að mæta það sem að aðrir eru í sömu stöð og þú í staðinn fyrir að vera svo eina fátæka eða upplifi það að vera eina fátæka í hópnum að þá er styrkur í því að koma og vera svona meðal sinna, hvað við segja, jafningja? Já, alveg 100%. Þetta hefur hjálpað mér alveg fullt bara með sjálfsöryggi mitt að gera, einmitt að finna, maður sé ekki einn. Já, og bara einmitt að fræða sig svolítið meira þetta, þú veist, þá verður maður, það er svona hjálpa manni að vilja gera eitthvað í þessum málum líka og þá finnst mér ég hafa eitthvað tilgang og svona, já. Og þú ert að gera eitthvað meðan annars með því að koma hingað og tala um þína reynslu. Það eru einhverjir kannski að hlusta sem eru í sömu stöðu en hafa kannski ekki spegla sig í öðrum sem eru í sambærilegri stöðu. Já, mér finnst þetta með vera bara, svo, þú veist, þetta er líka svo falið á Íslandi. Það eru rosalega margir sem segja að það sé ekki fátækt á Íslandi og þú veist, það er svo mikil skömm einhvern veginn yfir sig en mér finnst rosalega mikilvægt að opna umræðu þetta. Herðu, Birna, kæra þakkir. Hildur, heyrðu í mér, Hildur? Herðu, ég heyri í þér.
Já, herðu, þú fær bara sömu spurninguna og allir hinnir. Hver er reynsla þín af fátækt? Herðu, ég sem sagt elst upp í fátækt. Þannig að maður náttúrulega svona, veist, þetta fer svona kynslóð fyrir kynslóð. En eins og þegar hún Sigurgeir var að segja mitt áðan að hlutir sem að maður fær ekki eins og aðri krakkar, ég veit hvað hann var að tala og þetta er eitthvað eitt af því sem að maður kannski, ég reyndar var í dansskóla, það var mikið barist fyrir af mínum foreldrum að ég myndi vera í dansskóla, en að fá hluti var eitthvað sem að var ekki alveg sem að maður fekk upp í hendurnar. Þannig að það var, við horfðum upp á það að foreldrar mínir höfðu mikið fyrir hlutunum að heimilum gagnvart að halda húsnæði og mat og öðru fyrir okkur systurnar. Þannig að, en svo náttúrulega þegar ég hef tök að ég fara að vinna sjálf, þá náttúrulega fæ ég tekjur, þannig ég næ svolítið að halda svona, veist, fyrir sjálfa mig og gera hluti sem að, veist, ég hef aldrei leyft sjálfur mér. En svo náttúrulega lendi ég í áfalli 2004, þannig að ég fyrir að upplifa svolítið þetta aftur upp á nýjan leik, að vera fátæk og einstæðforeldri. Ég er alveg einstæðforeldri er bara með mínar tekjur sem eru örorkubætur og hef verið einstæðmóðir með 2 stráka. Það er viss áskorun af því að það má ekki rugga bátnum eða neitt út á bræða. Þannig að, já, maður er mikið búin að hafa fyrir lífinu og standa það sem maður er í dag. En þú, mörg ár síðan að þú komst fram og ræddir fátækt og kannski á þeim tíma þegar það var eiginlega bara varla heyrðist það að fólk kæmi fram í íslensku fjölmiðlum og talaði eigin fátækt. Það voru kannski fólk sem hafði vita fátækt, fólk sem hafði rannsakað fátækt, en það var mjög fátítt að fólk kæmi fram og talaði sína eigin fátækt. Það mátti bara ekki tala fátækt í rauninni. Þetta orð bara mátti ekki vera til einhvern veginn. En ég kem fyrst fram 2005 minn mig. Þá var það sem sagt því ég náttúrulega verið að fá aðstoð í gegnum árum frá Hjálparstarf kirkjunnar og Vilborg Oddsdóttir sem náttúrulega er félagsráðgjafi þar bað mig að koma í viðtal. Og mér fannst ég skulda þeim fyrir allt það sem þau voru búin að gera fyrir mig, þannig ég ákvað að stíga fram. Það var í fyrsta skipti sem ég steig fram að tala og leyfa bara svona fjölmiðlum komin að mitt heimil og segja mínu sögu. Og ég er búin að vera að gera það síðustu ár, en og hvað er ekki hægt? Má ég spyrja þig, hver var reynslan af þessu þegar þú komst í fyrsta skipti? Var þetta erfitt, var þetta kvíði fyrirfram eða var það léttir þegar það var búið? Hvernig voru viðbrögð svona þíns nærumhverfis? Varstu við viðbrögðin við þessu? Sko, ég man að náttúrulega var mér leið, ég var rosalega kvíðin, ég var rosalega stressuð, ég var mjög hrædd og var það eftir viðtali líka því að því skömmin er svo mikil í kringum fátæktina og það er þessi, þetta umhverfi sem við erum í, þannig ég var rosalega hrædd, ég yrði bara tekin og gröf bara í næstu gröf. En það tekur smá tíma að komast yfir þennan nótta og það var ekki rauninni fyrir ég kynnist peppinu þegar ég fyrir að koma svolítið miklu meira fram að segja mína sögu. Og núna í dag þá finnst mér þetta ekkert mál að koma fram, en þá fannst mér þetta rosalega erfitt. En ég er búin að skila skömminni. Það verður breyting svona í umræðunni, það er auðveldara að ræða fátækt frá því, hvað er þetta, 17 ár. Já. En myndirðu segja að staða þín, svona fjárhagsleg staða, ef þú verður að skoða þann stuðning sem þú fær frá samfélaginu, hefur það batnað? Eru stjórnvöld meira meðvituð fátækt og eru þau með aðgerðir til þess að vinna gegn henni? Kanntu að merkja það? Hvort að það hefur verið breyting þeim megin? Sko, já og nei. Já, fólk,
bæði hjá borginni og eins líka sem sagt fólk hjá Alþingi, þannig náttúrulega ekki allir, en svona vissir hópur sem náttúrulega búin að heyra í okkar röddum sem er alveg frábær og mikill sigur af því að það hefur búið að kosta sitt, að búið að taka okkur svolítið tíma að ná til þeirra og ég er rosalega verðilega að koma í fram hérna, ég er rosalega stolt af mínum elsta syni því við erum búin að gangi gegnum mikið ferðalag að hann átti erindi daginn og sagði sína sögu. Og þetta bréf og hans saga fór í hendur hjá ráðherra sem verið að vinna í til að breyta sem sagt krakkar sem frá aldrinum 18 til 25 geta unnið með skóla. Þannig að bitni ekki á foreldrum. Þannig að já, við erum búin að ná ykkur en ekki þessum stóra hóp sem maður myndi vilja ná tils. Þannig að... En þetta sem hún nefnir það að það er svona dæmi, segjum einstæðmóðir með 2 börn býr og er með félagslegt húsnæði og húsnæðisbætur og svo fer barnið og vinnur og þá hækka heimilistekjurnar og það skerðir húsnæðisbætur, ég býst þú að vísa til þessu. Er búið að laga þetta eða var bara ráðherrann áhugasamur að laga þetta? Er búið að laga þetta? Það er búið að laga eitthvað, gagnvart í eins og til dæmis þegar krakkar eru í skóla, veit ég. Og það er ekki til dæmis að skila þessu svo kallað skólavottorði, þannig að bara þegar krakkar eru í skóla þá það bara í skóla. En það sem náttúrulega sem á eftir að laga, það að þegar krakki í skóla og fær kannski vinnu til að afla sér til smá tekna, að það hafi ekki áhrif á sem sagt til dæmis hjá foreldrum með móður eða eitthvað svolítið skakart húsaleigubætum og sérstaklega húsaleigubætum. Af því að leið og fyrir að koma einhverja smá tekjur umfram, þar sem að hann náttúrulega tala sambýlismaður sem svo ránt, að það fara að bitna á sem sagt að ég fara að missa allt í kringum mig. Það er það sem verið að skoða hvað hægt að breyta með því að krakkar geta unnið. Þannig að það bara ekki að bitna á og hafi sem sagt kannski samviskunni því að það þurfa að fara að vinna meira og það flosnar upp á skóla eða að því að menntunin eins og ég sagt, menntunin skiptir máli. Þannig að bara ekki að koma... Ég hef talað við fólk sem bara í mjög slæmri aðstöðu út af þessu, er að velta fyrir sig á ég að biðja barnið mitt að vinna ekki með skólanum til þess að eigi efni á úlpunni sem allir hinir krakkarnir eru í vegna þess að það muni skerða húsnæðisbæturnar mína. Þetta er bara ótrúlega klemma sem að fólk lendir í. Eða bara eins og þetta í tilfelli hjá syni mínum, hann var að gera eitthvað hluti og leyfa sér að gera fullt af hlutum sem hann hefur aldrei, og ég hef aldrei getað veitt honum. Hann var að til dæmis að fara í bíó eða eiga samverðstundir með vinur sinum, fara út að borða eða eitthvað svona, að það fái samviskupið alltaf fyrir því að vera að eyða þessu að gera eitthvað. Þannig að eiga að fá að vera aðeins að lifa lífinu heldur en að hafa eitthvað samviskupið yfir hvað að gerast í kringum fóldrana. Hann er búin að hafa það nógu mikið, sérstaklega síðustu árin að þetta er búið að vera honum rosalega erfitt af því að hann hefur ekki fengið það sem kannski önnur börn að fá og eins og með óskir afmælisgjafir eða jólagjafir eða alveg sama hvað það eða ný föt. Þetta er eitthvað það sem ég gat aldrei veitt honum. Þannig að já. Hildur, það er þakkir í bili. Laufey er komin til okkar, blessuðu Laufey. Ég byrja alltaf eins. Ég spyr hver er þín reynsla af fátækt? Já, hei, og já, afsakið ég var aðeins og sein, ég kom inn þegar Sigurgeða var að tala, þannig að ég svona náði aðeins af því sem að hún sagði og ég náttúrulega, já, ég kannast við mjög margt sem að allir eru að segja, bæði Hildur og Sigurgeða og Birna. Sko ég reyndar, sko ég alveg upp hjá einstæðri móður, þannig að ég svona, jú, við vorum að sjálfsögðu oftast frekar blankar og sérstaklega hún var náttúrulega á leigumarkaði þegar við byrjuðum, en sko ég samt bjóði þau forréttindi að það var svona svolítið öðruvísi okkar heimilislíf sem að einkenndist af, við vorum tengsluð mikið af listafólki og svoleiðis, þannig að ég til dæmis æfði ballett þó að við værum alltaf blankar, þá tókst það. En
þannig að ég hafði svona ýmis forréttindi, þegar ég lít tilbaka þá, þó að ég mun náttúrulega eftir öllu þessu að, já, nei, ég skal borga þetta eftir mánaðamót, þetta kemur mjög snemma inn hjá manni, þessi vitundum að eftir mánaðamót svona yfirleitt betri tími til þess að borga hluti. En svo ég náttúrulega verð síðan einstæð móðir sjálf og þá náttúrulega byrja ég að finna svolítið vel á eigin skinni hvernig að vera og sérstaklega að vera á leigumarkaði og já, vera yfirleitt svona í láglaunastörfum eða jafnvel að í mörgum hlutastörfum. Ég hef oft lent í því líka og þannig að já, ég svona þekki á eigin skinni þetta, alltaf ströggl og ég held einmitt að stór hluti af því oft, þegar ég lít tilbaka þá, þá tími sem að þá bjó ég í London, þá einmitt átti ég ekki þvottavél, og fór alltaf með allan þvottinn á þvottahús og ég hugsa tilbaka og ég hugsa bara með hrolli, mér finnst núna stundum erfitt að fara bara niður í kjallara að þvo þvottinn minn. En svo sem sagt, þegar ég flytt heim til Íslands, ég kemst mjög fljótlega í samband við félag einstæðra foreldra og bjó einmitt í neyðarhúsnæðinu sem að það félag rak í einhvern tíma og komst svona inn í, ég settist í stjórn félagsins og var síðan formaður félagsins í nokkur ár. Og ég man einmitt eftir þessari umræðu, það var nefnilega þegar ég kom inn í þá stjórn, þá var svolítið að breytast samfélagið, þannig að þetta var svona, það var mikið í umræðinni ábyrgð feðra og feður voru meira að koma inn og vilja fá meiri umgengni og vilja fá 50-50 forsjá og allt þetta. Og þá, og það allt gott og blessað, en þá svona svolítið fór fókusinn af þessari svona, af þeim foreldrum sem voru bara fátækir og í þessari bara svona fátækta gildru sem við þekkjum alveg sem einstæðir foreldrar sem eru að reyna að láta endan á saman. Og foreldrar sem að kannski voru mikið, bara alveg einir og það var bara ekkert annað foreldri til þess að taka ábyrgðina. Ég man einmitt eftir að á þeim tíma þá var svolítið, þetta var pínu togstreita. Það voru svona, það var verið að ræða einmitt meðlagið sem eru þetta mjög hátt fyrir marga að greiða en ekki svo mikið að fá eins og þegar þú ert einstætt foreldri. Þannig að eins og ég segi, þetta alltaf endalaust ströggl, þetta svona já, þessi umræða, því að við erum að tala líka, að því að líka ég hef verið beggja megin við borðið, ég hef bæði búin að vera í svona grasrótarhreyfingum og einmitt var líka koma að stofnun Pepsins. Síðan ég nefnilega settist í stjórn EAPN sem eru móðursamtök Pepsins fyrir hönd félags einstæðra foreldra. Þannig að það voru ég og Ástadís sem að fengu það svolítið í hendurnar að koma PEP samtökunum á koppinn og einmitt af því að Hildur og einmitt eins og Hildur var að tala áðan með og Birna og bara þær allar hafa verið að tala það skömmin, það var einmitt þegar við Ásta vorum að byrja í þessu fyrst, þá vorum við alltaf að auglýsa fundi, biðja fólk að koma og það var, bara ef við notuðum orðið fátækt, það var það einhvern veginn fælandi, það því að fólk bara vildi ekki gangast við því að vera fátækt og að sjálfsögðu væri skilgreint þannig. Þannig að þetta svona visst stigma sem var og í raun og veru ennþá, en ég held einmitt að þegar við erum búin að fá inn svona öflugt fólk eins og einmitt Hildi og Birnu og fleiri sem hafa verið komið inn í þessa umræðu, þetta hjálpar allt saman og ég sé alveg mun á umræðinni bara í dag og hvernig hún var. Þetta var held í 2013-14 þegar við vorum að byrja með Peppi fyrst. En má ég þá spyrja þig svipað og ég spurði Hildi, nú breyting á umræðinni, en sérðu mun á á kjörum hinna fátæku,
Sérðu, einhverja aðgerðir, þú nefnir 2013 og við reynum bara átt okkur á því frá þeim tíma, sérðu einhverja aðgerðir sem hafa verið gerðar sem hafa bætt stöðu hinna fátæku og til dæmis eins og þú leggur áherslu á sem einstæðir foreldrar. Og það eiginlega sammerkt með öllum sem að hér sitja, þeim konum að það eru einstæðir foreldrar, oft stúlkur úr fátækum heimilum sem að hafa eignast börn snemma og raunverulega fest ofan í fátækagildrunu. Sérðu, þetta benda á eitthvað frá 2013 í aðgerðum stjórnvalda sem að hafa bætt stöðu þessa hóps? Ég vildi óska að ég geti sagt já, en sko, það hefur að sjálfsögðu margt verið bætt, en það eins og Hildur var að benda á, þú veist, þetta af því að við erum búin að vera þrotlaus í að benda á hitt og þetta, sko, og ég fagna því reyndar að mér finnst vera meira verið að taka okkur inn núna, það var breytt náttúrulega lögum sveitafélög, ég minni Kolbeinn mann, það örugglega betur en ég, en það var sem sagt breytt að það var ekki félagsráðgjafarlögunum, minni mig, sem sagt setti kröfu á að það yrði meira virkt notendasamráð og það hefur sem sagt svona svolítið komið því inn að það verið að hafa samband við okkur þegar það verið að gera einhverjar breytingar og þannig að jú, það hafa orðið einhverjar breytingar en þú veist, mér finnst þetta voða mikið bara verið að plástra alveg handónýtt kerfi. Þú veist, við erum með bara þú veist, að því að þetta vandamáli sem við erum að glíma við svo systematískt. Að því eins og þú sagðir, við erum náttúrulega, þetta fátækt að gildra og þetta bara gildra og það einhvern veginn þannig að það sama hvað þú einhvern veginn reynir að klóra þig upp, það einhvern veginn alltaf, þú veist, þegar þú bætir tekjum þarna þá skerðist eitthvað þarna, þú veist, og það verið að, þú veist, þannig að já og nei. Þú veist, það margt stuðningskerfin hafa líka hrörnað, almenningssamgöngunar, aukin gjaldtaka í heilbrigðiskerfinu, meiri tekjutenging allra bóta, hækkun á leigu í félagsbústöðum, það sem á móti að koma sko stuðningur sem tekjutengdur eins og kom inn að núna áðan, að dæmi sem að Hildur var að nefna í gamla kerfinu þar sem að leigan í félagsbústöðum var einfaldlega lág, að þá hefði ekki skipt máli þótt að sonur hennar hefði farið að vinna sér auka peninga. Þannig að það líka breyting þeim megin einhvern veginn. Akkurat. Ég tek alveg undir það, sko. Þetta einhvern veginn svona, þú veist, eins og líka með heilbrigðiskerfi, þú veist, að þeir sem að til dæmis muna ekki að það var einu sinni frítt að fara til læknis, þú veist, og svo að því ég nefnilega bjó í útlandum á þessum tíma og þegar ég kom tilbaka þá þurfti ég að borga fyrir læknisheimsóknir, sko. Þannig að þú veist, það einhvern veginn alltaf verið að gera svona, það eitthvað tekið í burtu, svo það smám saman lagfært og það var bara, já, heyrðu, það eru þvílíkar úrbætur, nei, þetta ekki úrbætur, þetta bara, þú veist, já, þannig að, jú, það alveg rétt að þessi stuðningskerfi náttúrulega bara fátæktargildra, sko, einmitt út af þessu, það bara, já. Heyrðu, þakka þér hérlega fyrir Laufey, nú ætla ég aðeins að heyra í honum Kolbeini, það náttúrulega, ég held að við komum fram í einhverjum að því sem að þú hefur verið að rannsaka hvað staða einstæðra foreldra meðal fátæku það svo sláandi, ég man ekki, þú er búin að skrifa nokkrar svona skýrslur, ég man eftir í einni þá fannst mér að vera sko sláandi og maður veldi fyrir sig, byrju, af hverju ekki eitthvað svona vakt á þessu, því að þegar ég var að komast til vits á ára, ég var 12 ára 73, þá var mikið verið að ræða stöðu einstæðra foreldra og það var alveg langt fram á 1990 þar sem það var mikið rætt það en spurning hvort að við höfum gleymt okkur eitthvað að leyfa einstæðum foreldrum, veikum barnafjölskyldum að súrra niður í fátækt. Þetta náttúrulega, kannski já, það sem áberandi með fátækt í Íslandi, það í grundvallar atriðum tvær meginsögur á bakvið stærstan hluta hópsins. Það annars vegar einstæðir foreldrar og hins vegar fólk sem lifir á örorkulífeyri. Og þetta náttúrulega hefur komið í gegn í frásögnum þeirra annarra gesta í þessum þætti að þetta eru rauðu þræðirnir. Varðandi þessu stöðu einstæðra foreldra, ég svona byrja að koma til vits á ára þannig til 9. áratugnum og þá náttúrulega umræði í gangi. En eins og ég man þá umræði, þá var náttúrulega mórölsk. Það var svona áhyggjur af því að það væri fyrir neikvæðir hvatar fyrir fólk að halda saman í hjúskap og miklar áhyggjur af því að það mætti ekki vera skilnaðar hvatar og
þetta er svo kannski eitthvað sem að við heyrum ekki of mikið lengur, en það er rosalega lítill skilningur á því hvað þarf að gera til þess að bæta stöðu þessa hóp sérstaklega. Ég held að fátækt... Hvað er það, Kolbeinn? Hvað þarf að gera til að bæta stöðuna? Sko, kjarni málsins fyrir einstæða foreldra er einfaldlega það að það er óbúslega erfitt að komast af á einum launum á Íslandi. Það er bara ekki flóknar það. Ef við tökum sem sagt, þú getur verið með einstætt foreldri sem er með tiltölulega góð laun sem einstaklingur, en svo ferðu að skoða hvað það þýðir til þess að halda út í heimilum með 2, kannski 3 börnum, þá er þetta orðið frekar lítið af svona, ráðstöfunar fé sem þú hefur með útgjalda þeirra sem fylgja því að eiga fjölskyldu. Og þegar við tökum til dæmis til þess, þá sko allur þorri einstæðra foreldra fyrir neðan miðjuna í tekjudreifingunni. Þannig að í grundvallaratriðum þá það sem þarf að gera þar er til að byrja með að taka til þess í til dæmis barnabótakerfinu okkar. Eitt sem við séð gerast undanfarum árum, það verið alltaf að hnika til einhverjum stærðum í barnabótakerfinu. Það sem að er oftast gert að frítekjumarkið hækkað og frítekjumarkið alveg lágt og það alveg ástæðulega að hækka það. En það ekki úrræði sem að nýtist allra tekjulægstu hópunum og það nýtist fólki í hjúskap betur heldur en fólki sem betur en einstæðum foreldrum af því hvernig að það er bara byggt inn í kerfið okkar. Þannig að við þyrftum hreinlega bara að horfa á þetta og stilla dálítið af þessar fjárhæðir þannig að horfast auðvitað það að einstæðar foreldrar eru bara hópur sem að þarf aðeins meiri stuðning en við höfum verið tilbúin að hinga til. Og heldurðu það að þessi stuðningur sé svipaður á var eða meiri eða hefur þetta staðnað þetta kerfi? Er barnabótakerfið að gefa eftir? Sigurgyða lýsti því að hún var í 2 og 3 vinnum til þess að sko geta lifað góðu lífi með sín 2 börn, en það bara dugar ekki sko. Það bara dugar ekki. Nei, menn það gerir það ekki og svo náttúrulega liggja skerðingan það lágt að leið og fólk sýnir einhvers konar sjálfsbjargarviðleitni sem alltaf verið að miklar ágjöra því í bótakerfunum okkar að þau drægju sjálfsbjargarviðleitni. En sem sagt, það sem raunverulega dregur úr þá mögulega sjálfsbjargarviðleitni fólks eru þessar skerðingar að leið og ferð og vinnur meira til þess að hafa í þig og fjölskylduna á eða eins og hérna Hildur kom inn á þegar börnin fara að vinna ef það til dæmis með örorkulífeyri og þá fara við að skerða framfærslu þeirra. Þetta er beinlínis kerfi sem refsa fólki fyrir sjálfsbjargarviðleitni. Og svo getum við líka veltið fyrir okkur, jú vissulega við það mjög örlátar barnabætur fyrir einstæða foreldra þá myndu mörg þeirra vinna minna, en það er kannski bara allt í lagi að fólk sé ekkert að vinna 2 eða 3 vinnur. Það er bara allt í lagi að fólk geti lifað ágætlega af því að vinna eina vinnu og haft það tíma og orku til þess að vera foreldri og manneskja líka. Það er einmitt verið bent á það í umræðum svona working poor að fólk sem ekki getur lifað af einum launum þannig að það geti búið börnum sínum til gott líf. Það hefur valið að það bara er lifa í fátækt eða að vinna á þeim tíma sem að þú ættir að vera með börnunum. Þannig að þú fórnar eiginlega samskiptinu við börnin til þess að geta brauðfætt. Þú kannastu við þetta Sigurgyða? Já, heldur betur. Þetta val. Alltaf. Þetta var alltaf val. Ég var svo heppin að geta búið hjá henni mömmu í smá tíma á meðan ég var að bíða eftir þessari íbúð sem ég er í núna. Og þá vann ég á næturnar á meðan börnin mín sváfu. Og því ég kom heim úr vinnunni 7:30 á morgnana og gaf þeim hafragraut og sendi þeim í skólan. Og svo svaf ég til svona 3 og gat sótt þau frístund. Og þetta var bara svona eiginlega það besta sem ég gat gert í stöðunni, að vinna á elliheimilinu á næturnar og vera bara svona, þú veist, móðir, já, á vökutíma barnanna. En svo einmitt fólk eitthvað, já, og svo fara þau til pappa síns og eitthvað. Maður hættir ekkert að vera mamma þeirra þó að þau sé að borða hjá pappa sínum, skilur. Og maður þarf ennþá að kaupa útigalla og maður þarf ennþá að kaupa skólabækur og maður þarf ennþá að safna fyrir frístundinni og allt þetta. Þannig að, já, þetta var oft svolítið svona, þú veist, maður var svolítið að svindla, maður var að kaupa tíma og stela honum á sjálfum sér. Þú veist, þessi vökutími sem að maður hefði annars geta verið kannski, það var oft svona föstudagsfjör í skólanum sem þau voru í og ég gat náttúrulega, jú, kannski verið í föstudagsfjörni en þá var ég alveg
þú veist, rosa sifjuð og einmitt ekkert alveg vel upplögð eins og allir hinir foreldrarnir. Þannig að, þú veist, maður hefur alltaf þurft svona að svíkja sjálfa sig svolítið til þess að geta, já, haldið andliti fyrir börnin og barnanna vegna. Þetta Nú er hefur mjög líkt í þannig sér að barnsfæðin hann tekur þátt í allavega fjárhagslegu þætti uppeldisins. Já. Til dæmis Hildur lýsti því að hún hefði ekki slíkan stuðning. Getur ímyndið eitthvað staðinn væri ef að þú hefðir að barnsfæðurinn tæki bara enga þátt í uppeldinu? Það hefði bara verið... Vinna fyrir börnunum einn. Já, sko ég hef bara sem betur fer, þá barnsfaðir minn, sko ég á 2 barnsfæður og fyrri barnsfaðir minn með eldra barnið mitt, hann var nú kannski ekkit alveg svo duglegasti að taka barnið og sinna því og kaupa föt og svona, þannig að maður svona fékk aðeins að finna til tefasins þar og svo eignaðist ég 2 börn með seinni og hann þess að þegar við skildum þá skildum við náttúrulega bara í einhverjum hræðilegum, þú veist, ósætti og svona, þannig að hann fór náttúrulega í mál við mig og vann það af því að hann var giftur en ekki ég, ekkert annað sem var munaði á okkur þannig lagað, ég átti ekki hús, hann átti hús, þannig að þetta var bara svona önnur skömm einhvern veginn, þú veist, þá var litið á mig sem að ég væri bara, þú veist, það hlyti að vera eitthvað að mér, ég hefði verið, þú veist, búin að brenna allar brýr að baki mér til þess að, þú veist, pappinn væri með forræði við börnunum, þetta var náttúrulega mikil skandall og mjög svona mikið tabú líka, ég eiginlega gat ekkert farið með börnum mín til læknis að þau voru með lögheimili hjá pappa sínum og hann fékk allar barnabætur og þannig að, þú veist, í rauninni þá var ég alltaf skilin svolítið eftir á stoppustöðinni á meðan þau tóku strætó með pappa sínum, skilur við, þetta var svona, þú veist, peningurinn var ekkert, hún var ekki skipt á milli okkar, þú veist, þó að ég var í móðurinn, þá var ég einhvern veginn bara ekki með frístundakorti fyrir börnin, ég þurfti alltaf að biðja hann að koma upp á heilsugæslu ef eitthvað gerðist, þá þurfti hann að koma börnunum til læknis, skilur við. Þannig að ég svolítið stóð á þeim stað sem einstæðir feður stóðu á lengi og voru bara smærri en ekki neitt og áttu ekkert, engan séns. Þannig að þetta var... Áttu ekkert í börnunum sínum? Svona, formulega áttu þeir ekkert í börnunum? Nei, ekki samkvæmt skattskýrslu, þá átti ég engi börn. Kolbeinn, Laufey myndist á að einstæðir foreldrar, samtökum þessar foreldra og hefðu hjálpað henni og bjóð þar í neyðarhúsnæði þegar hún kom frá London og það var meiri áhersla á svona efnahagslega stöðu einstæðra foreldra áður en síðan fór fókusi bara eitthvað annað. Heldur að það væri, ég veit ekki hvort það sé rétt að spyrja félagsfræðinga þessu, heldur að væri þörf á því að einstæðir foreldrar hefðu eitthvað svona baráttusamtök til þess að draga fram sérstöðu sína sem samkvæmt rannsóknum þínum getur oft leitt fólk í mjög veika fjárhagslega stöðu. Ég held að fyrir hópið þessar stöðu sé alltaf mjög gott að hafa baráttusamtök. Við höfum bara hort á það sem að samtök eins og PEP hafa gert fyrir fólk í fátækt, bæði upp á sýnleikann, breyta umræðinni og auðvitað höfum ekki séð, ég held að við myndum öll vilja sjá miklu hraðari breytingar og stjórnvöld stíðu sterkar inn í þetta við að reyna að uppbreyta fátækt á Íslandi því að þegar við horfum á þetta í heildina séð þá vandamál á Íslandi alls ekki það að fátækt sé svo útbreytt að við þurfum bara öll einhvern veginn að sætta okkur við það þurfum bara að lyfta öllum bátunum með hagvexti. Við erum komin á þann stað sem samfélagi við höfum efna að leysa þessi vandamál. Þannig að sérstaklega vandamál þeirra sem í fátækt. Við höfum ekki að vera að tala um almennar aðgerðir, heldur eigum við bara að horfa á þá hópa sem í fátækt og gera einhverjar sérstakar aðgerðir til að lyfta þeim. Ég held að það sé algjörlega fullkomlega góð ástæða til þess að fókusera á þannig. Það náttúrulega ákveðin hugmyndafræði það að við viljum nálgast hlutina fyrst og fremst almennt en mótið kemur að við erum ákveðin staðið samfélag, við erum heilt yfir ríkt samfélag. Ég skil að lógíkina til dæmis í því að hafa barnabætur almennar þannig að allir sem að eiga börn fá barnabætur en kannski það ekki forgangsröðin. Fólk eins og ég þarf ekki sérstaklega mikið á sem peningum handa. Svo bara þarf kannski líka aðeins að átta sig meira á því hvað fátækt í raun og veru,
hvernig áfallasaga, hvernig félagslegu bakgrunn það að alast upp við fátækt, hvernig það smitast kynslóð fram af kynslóð og þetta ekki spurning val. Þetta þú veist, það kannski fólk býr fátækt ekki af því að það hafi valið rangt, það hafði kannski bara ekki góða valkosti til að velja til að byrja með og það kannski þar sem við þurfum að byrja, við þurfum að horfa á það hvernig við getum búið til betri valkosti, en við þurfum líka að horfa í það hvernig við getum hjálpa fólki svo að vinna úr, dálítið ofnota þetta orð, þetta tráma, en það einhvers konar tráma að lenda í fátækt og það þarf náttúrulega hluta þér líka að vinna með fólki og hjálpa því að vinna úr því tráma, því að trámað eitt og sér við að lenda í fátækt bætist bara án á önnur trámu og áföll sem að leiddu þangað, þannig að ef það ekki unnur þessum þáttum þá leysum við ekki vandamálið. Þetta náttúrulega ömurlegt að fólk sem verður fyrir áföllum, að við verðlaunum þau með að ýta þeim ofan í fátækt. Þetta náttúrulega eins og þess ekki nóg að glíma við áföllin. Við tökum öryrkja, þess ekki nóg að glíma við sjúkdóminn, heldur viljum við líka að fólk glími við fátæktina og svo hellum við skömm ofan á það í ofanálag, eins og það sé ekki nóg. Já. Herðu, en að því að ég spurði Kolbeinn svona hvað til ráða, ef ég má bara spyrja ykkur og ég bara fer sömu röðina, Geirdís, hvað til ráða til þess að leysa fátæktarvandann á Íslandi? Það náttúrulega númer 1, 2 og 3 að það að styrkja undirstöðuna, það að styðja betur við börnin okkar, að það að einmitt að greina hvernig aðstæður býr þetta barn við, hvaða sérstöku aðstoð þarf þetta barn einhverja sérstaka aðstoð, þarf fjölskyldan aðstoð, þarf hún félagslegan stuðning, þarf hún fjárhagsaðstoð, hvað til ráða. Við þurfum að byrja á grunninum vegna þess að ef við endalaust erum að byggja á sandi að þá náttúrulega rennur allt út í sjóinn leið. Sigurgyðja, hvað eigum við að gera til þess að vinna á fátækt? Við ættum náttúrulega bara að hækka kaup hjá fólki. Við eigum fullt af peningum. Þetta land bullandi í peningum og við getum farið að klippa toppana af svona alla þessar millistjórnendur og þetta, bara til þess að verða okkur út kaupið sem við þurfum að hafa. Við getum líka bara reynt að fara finsku eða sænsku leiðina, stytta vinnuviku, hafa læknaþjónustu og skóla bara frítt fyrir börn og foreldrar ættu náttúrulega alltaf að fá að vera foreldrar barnara sinna. Ef það eru barnabætur þá ættu foreldrar að ná upp í eitthvað ákveðið svona level þar sem að þeir geta séð fyrir börnunum sínu hvort sem þeir eru með forræði ekki og ég meina það alltaf barnin til hagsbóta ef að foreldrunum líður vel fá fría læknisþjónustu eða hvað sem það fyrir bæði barni og sig. Þannig að það allt hægt. Það bara, ef viljinn fyrir hendi, þá það hægt og við erum rík þjóð, við eigum fullt af peningum. Birna Kristín, ég held áfram að það ósk, ef maður ferði eina ósk til þess að vinna á fátækt, hvað maður bjóða þér? Já, ég mjög sammála bæði Geirdísi og Sigurgeiri með þetta að sérstaklega einmitt með það að það þarf að skoða einmitt líka aðstæður hjá fólki að því að það eru eins og ég lærði af henni Ástu Dís í Peppinu að hún hefur ekki hitt manneskju sem býr í fátækt sem ekki með einmitt rauða áföllum að baki. Það þarf að vinna með þá hlið líka og einmitt ekki vera að refsa fólki, fyrir það að reyna að koma sér út. Mér finnst að vera svolítið mikið það leið og þú ætlar að fara að reyna að stíga út úr þessum svokallaða vítahring með fátækt að þá einhvern veginn þér bara strax refsað. Bara svona þá hjálpum við þér ekki meir, þú ert bara farin út. En svo mögulega gengur það kannski ekki vel til lengdar hjá manneskjunni eða annað, þá einhvern veginn allur stuðningur strax farinn. Þannig að það meðast vanta meira stuðning og utanumhald við manneskjur sem í þessari stöðu og svo einmitt að börnin mögulega fá að búa betur. Jæja, takk fyrir það. Hildur, þú færði eina ósk.
Eina ósk. Hún þyrfti að vera eins stór. Ég tek undir allt það sem það segja og ef ég má fá 2 óskir þá allavega þá það sem sagt fyrsta óskin yrði sem sagt á ríkið. Það þyrfti að fara í sem sagt að byggja upp nýtt kerfi fyrir þá sem eru á örorku og lífeyri og eins með fólk sem eru á lágu tekjum. Borgin, það mætti taka til sér eins og það segir, það þarf svolítið að gefa stuðning til þeirra sem eru í ykkur aðstöðum og ég náttúrulega búin að sitja á mörgum fundum og 3 fundum hef ég farið sem sagt á stóra fund út í Brussel og þar var sem sagt eitt land sem var svolítið neyksla þegar heyrði að við þurfum að borga skólamat. Númer 1 finnst mér ætti ekki að borga skólamat í skóla. Börn eiga að borða frítt. Að þú veist aldrei hvenær borðaði síðast. Þannig að það eru fullt af hluti sem hægt að breyta. Laufey, þú fann líka þessa spurningu, miskunnarlausu spurningu að fá bara eina ósk til að leysa gríðarlega stórt vandamál en það ekkert gert við því þótt þú segir ekki nefni 2 eða 3 ár. Hvað má bjóða þér? Já, langar að biðja afsökunar. Ég sá ekki hana Geirdísi að því ég kom að það svo seint en hún að sjálfsögðu líka peppari og öflugur talsmaður þar inni. Þannig að það er Geirdís. Eina ósk. Ég bara, þetta svo, þú veist, við sagði, við búum við gríðarlega kerfislægan vanda sem að einhvern veginn þú veist, og svo erum við svona plástrakerfi sem þetta stuðningskerfi okkar sem einhvern veginn aldrei nóg. Þannig að er alveg sama einhvern veginn hvað miklu hent í það einhvern veginn aldrei nóg. Þannig að ég myndi vilja sjá, bara svona, þú veist, til dæmis það bara að húsnæði sé skilgreint sem sjálfsögð mannréttindi og mér finnst að leiguhúsnæði ætti að vera meiri hlutin að leiguhúsnæði ætti bara að vera á, þú veist, frá sveitarfélögum eða ríkinu, þannig að fólk ekki alltaf að leigja, þú veist, það að leigja húsnæði á ekki að vera, þú veist, meiri hlutin að tekjunum þínum, meina hvað er það? Þannig að, þú veist, ég myndi vilja sjá bara svona stórar breytingar í hugafari, einmitt, að, þú veist, bara þessi sjálfsögðu mannréttindi séu tryggð, þannig að tekjurnar okkar dugi fyrir nauðsynum. Án þess að við þurfum stuðning. Hvað segir þú, Kolbeinn? Kolbeinn, ef við ekki bara veita þessar óskir? Er það ekki bara sjálfsagt mál fyrir síðan samfélag að verða við þessu? Já, menn ef ég fegin ósk, þá er mín ósk að þessar óskir rætist, það er alveg. En svona í praxis þá held ég að þetta verði áframhaldandi bardagi mjög langan tíma. Að þetta einhvern veginn, það komið fram frá hinum gestum þettinum til dæmis þessi tendens að hlutir eru teknir í burtu og svo þeir hægt og rólega leiðréttir og þá það einhvern veginn talið sem rosalega framför sem það ekki. Við þekkjum það til dæmis bara sögu örorkulífeyriskerfisins okkar, hver stjórnvöld hafa náð góðum tökum á listi að gefa með annar enn hinni fyrir að vera að bæta í eitthvað þá eitthvað annað tekið burt á móti. Og ég held eins og Laufey að við þurfum að fara að hugsa þessi hluti alveg upp á nýtt. Vandamálið sem við stöndum fram fyrir ekki að til dæmis eins og margir virðast halda að kerfin okkar sé að lokka fólk í fátækt. Það velur enginn að búa í fátækt. Það sem að fólk vill almennt séð. Við sjáum þetta bara á til dæmis atvinnuþátttöku örorkulífeyrisþega sem að Hagstofan gaf tölur út fyrir nokkrum árum. Vandamálið í Íslandi ekki til dæmis að öryrkjar vilji ekki vinna. Vandamálið kerfið sem tekur af þeim nánast allan ábatan af því að vinna. Samt sem áður þá virðist 1/3 hópsins vinna eitthvað af því að það er lífsgæði sjálfu sér að vinna og vera þátttakandi á vinnumarkaði. Við þurfum heldur ekki, við þurfum ekki að bjarga fólki í fátækt. Við þurfum að skapa aðstæðna fyrir fólk í fátækt til þess að taka stjórn á eigin lífi, ekki af því að það hafi sjálft með stjórnaðan heldur af því að við höfum dálítið mikið tekið stjórnina af fólki. Við tökum stjórn á fólki þegar við setjum þeirra aðstæður að öll viðleitni til þess að bjarga sér eitthvað sem fólki refsað fyrir. Fólki að vinna, einstæða fólk að vinna, 2-3 vinnur, taka alla yfirvinnu sem gefst, keyrandi sig út. Þetta ekki leiðin áfram. Það ekki leiðin áfram að refsa fólki, við þurfum að finna leiðir til þess að eins og okkur sagði áðan, við þurfum að geta stutt fólk að leiða sem sagt
fólk er að leita leiða og við þurfum að geta stutta í því ferli en ekki bara sagt gangið er vel og hort svo á það lenda kannski í hremmingum aftur. Já, við þurfum gagngera breytingar, við þurfum nýjan samfélagssáttmáli nýfrjálshyggjarana dugar ekki, við þurfum að búa til nýjan samfélagssáttmála byggðan á mannúð og kærleika. Herðu, en ég læt þetta gott heita í kvöld og þakka gestum mínum kærlega fyrir, Birnu, Geirdísi, Hildi, Laufey og Sigurgeiri að segja sína sögu og Kolbeini að deila sinni þekkingu og reynslu. Nú þarf ég aðeins að geta hvað er framundan á samstöðunni því það er svo mikla breytingar hérna áður, það er alltaf koma nýjir og nýjir þættir. Ég verður með nýjan þátt á laugardaginn sem heitir Vinnuskúrinn. Það er svona eiginlega eins og vikulokkin nema að í þessu þætti þá mætir bara fólk úr almannasamtökum og verkalýðshreyfingunni og er að tala fréttir vikunnar. Reyndar á undan þá tala ég við einn gestanna, þessu sinni verður það Þórarinn Eyfjörð sem er tiltölulega nýr formaður Samekis en síðan kemur Hjördís Sigurþórsdóttir úr Afl Austurlandi og Kristján Þórður Snæbjörnsson úr Rafiðnaðarsambandinu og Ragnar Þór Ingólfsson úr VR og ræða fréttir vikunnar. Þá seinna daginn klukkan 2 verður hér útvarpað fyrirlestri, masterclass í aktivisma sem Hörður Torfason verður með í Bolholti. Þið getið komið þar, það er pláss fyrir 20 samkvæmt sóttvarnalögum en sóttvarnareglum, annars verður sett út hér á samstöðinni. Þið getið fylgst með því, verður mjög áhugavert. Svo á sunnudaginn þá byrjar nýr þáttur klukkan 5 daginn, það er menningarþáttur, það er Ásgeir H. Ingólfsson sem verður með hann, kallað menningarsmygl. Og þar fær hann gesti, Benedikt Erlingsson, Heiðu í Unun og Gunnar Fréttamann Jónsson. Og þau ætla að ræða að ég held myndina Don't Look Up. Og svo á mánudaginn, eftir helgi, þá verður rauða borðið hér klukkan 8 eins og vanalega og þá ræðum við pólitík. Það er dagurinn sem að Alþingi kemur saman. En ég þakka gestum mínum aftur og ykkur sem hafa fylgst með okkur í kvöld, kærlega fyrir og bið bara heilsa. Takk fyrir. Takk fyrir.